Góðan daginn. Ég ætla að byrja á að færa ykkur bestu kveðjur frá umhverfis- og auðlindaráðherra Björt Ólafsdóttur sem því miður gat ekki verið með ykkur í dag og okkur vegna hreinlega bara mjög einfaldlega barnið hennar var veikt og hún var vakandi langt fram á nótt. Þetta er bara ekki flókið þegar maður á lítil börn að þá bara stundum þarf að forgangsraða öðruvísi. En ég tek þetta að mér fyrir hana að ávarpa málþingið. Góðir gestir, það er mér mikill heiður að fá að ávarpa þetta málþing algilda hönnun í almenningsrými í borgum, bæjum og ferðamannastöðum. Hjarta mitt sem einstaklings og sem umhverfis- og auðlindaráðherra slær með að tryggja réttindi fatlaðs fólks og ég og félagar mínir í Bjartri framtíð höfum og munum áfram fylgja málefnum fatlaðra ötullega eftir. Í 9. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks segir að aðildarríkin skuli gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt á öllum sviðum lífsins. Þó íslensk stjórnvöld sé ekki búin að lögfesta samninginn, þá liggur fyrir tillaga að þingsályktun frá félags- og jafnréttismálaráðherra framkvæmdaáætlun málefni fatlaðs fólks 2017-2021 sem verður tekin fyrir núna á vorþingi. Þetta horfir því allt í betri vegar, vona ég. Hugtakið algild hönnun hefur fest sig í sessi sem hluti af byggingar- og skipulagsforsendum okkar, ekki síst hvað varðar aðgengismál. Í markmiðum mannvirkjalaga frá 2010 kemur fram að tryggja skuli aðgengi fyrir alla. Lögin gilda öll mannvirki sem reist eru á landi, ofanjarðar eða neðan og í sjó umhverfis landið. Í byggingarreglugerð frá 2012 eru síðan settar fram nánari útfærslur varðandi lágmarkskröfur til mannvirkjagerðar. Mannvirki eiga að vera þannig gerð að þau henti öllum. Áherslur algildrar hönnunar eru því ekki aðeins á aðgengi fyrir fatlað fólk sérstaklega, heldur að komið sér til móts við alla þá sem að einhverjum ástæðum þurfa bætt aðgengi. Mér langar að fjalla hér sérstaklega algilda hönnun út frá aðgengi á ferðamannastöðum á Íslandi. Það er alveg ljóst að stóraukinn fjöldi ferðamanna til landsins setur vaxandi kröfur bætt aðgengi. Þarfir gesta okkar eiga bara eftir að aukast, því hópurinn sem sækir okkur heim verður æ fjölbreyttari. En þetta á sjálfsagt ekki bara við erlenda gesti, því við gerum sömu kröfur sem ferðamenn af ýmsum toga í okkar eigin landi. Að geta skoðað helstu náttúruperlur okkar án teljandi vandkvæða. Nýleg lög náttúruvernd tiltaka sérstaklega mikilvægi algildrar hönnunar innan friðlýstra svæða og í stjórnunar- og verndaráætlun þeirra þarf að koma sérstaklega fram hvernig eigi að byggja innviði svæðana með það að markmiði að tryggja aðgengi fyrir alla. Í grein 6.1.3 í byggingarreglugerð kemur þó fram að heimilt sé að víkja frá kröfunni algilda hönnun þar sem aðstæður eru þannig að krafan á ekki rétt á sér út frá til að mynda náttúruverndarsjónarmiðum. Undanþágur fást þó aðeins ef forsendur þeirra eru ítarlega rökstuddar í hönnunargögnum. Náttúran verður nefnilega að fá að njóta vafans í sumum tilfellum í þessu rétt eins og hvað varðar aðra innviðauppbyggingu, svo sem nýjar raflínur eða vegagerð. Sum svæði sem ferðamenn vilja heimsækja eru þess eðlis að aðgengi að þeim verður alltaf takmarkað og jafnvel ekki mögulegt nema úr fjarlægð. Það er því mikilvægt að skilgreina þá ferðamannastaði, þá friðkomustaði á helstu ferðamannastöðum landsins sem við viljum að uppfylli allra kröfur algilda hönnun og byggja þá upp í samræmi við það. Í starfi verkefnisstjórnar landsáætlunar uppbyggingu innviða er gengið út frá því að framkvæmdir fjármagnaðar í gegnum áætlunina þurfi að vera í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir sem þær kunna að gilda, eins og til dæmis hvað varðar aðgengismál. Vert er að nefna að þessar vikurnar er verið að útfæra nánar hvaða kröfur skuli gera varðandi hönnun verndarinnviða í landsáætluninni og hvort gengi verði skrefinu lengra en að uppfylla það sem fram kemur í lögunum hönnun mannvirkja. Það á líka við efnisval og umhverfisstaðla. Í því samhengi er gaman að nefna að Snæfellsstofa, gestastofa Austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, er fyrsta vottaða vistvæna bygging landsins. Hún er byggð samkvæmt BREEAM umhverfisstaðlinum sem gerir kröfur notkun á vistvænum byggingarefnum og byggingaraðferðum, minni orkunotkun, meiri endingu og minna viðhaldi. Við byggingu Snæfellsstofu voru meðal annars notuð byggingarefni úr nánasta umhverfi, lerki, gras á þakið og hleðslur úr heimafengu grjóti. Auk þeirra leiðsagnar sem bundin í lög varðandi aðgengi hefur Ferðamálastofa til að mynda lagt talsverða áherslu á gerð upplýsingaefnis algilda hönnun og aðgengismál. Þar má til dæmis benda á ritið Ferðaþjónusta fyrir alla,
flokkunar viðmið fyrir aðgengi að áningar og útivistarstöðum á Íslandi frá árinu 2007. Auk leiðbeiningarrita hönnun þjónustuhúsa, fyrirkomulag staða, öryggi á ferðamannastöðum og hönnunarstaðal fyrir merkingar. Til viðbótar má nefna menningarstefnu mannvirkjagerð sem mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út 2014. Í henni kemur meðal annars fram að skilgreining gæðaflokka og góðar forskriftir af verkefnum hins opinbera auki gegnsæi í vinnuferli hönnunar og aðgengi fyrir alla eigi að vera sjálfsagður og eðlilegu þáttur hins manngerða umhverfis. Í vegvísi í ferðaþjónustu frá 2015 svo fjallað fyrirmyndarstaði. Þar lagt til að fyrirmyndarstaðir í ferðaþjónustu verði skilgreindir og undirbúningur fyrir hönnun og uppbyggingu þeirra verði samkvæmt bestu erlendum og innlendum fyrirmyndum. Hér tækifæri til að skilgreina ítarlegar þá staði sem uppfylla algilda hönnun. Við hljótum að gera þá kröfu að fyrirmyndarstaðir í ferðaþjónustu bjóði upp á aðgengi fyrir alla. Og svo ég bæti örlítir við, þá sýnist mér þessi bæklingur og það sem búið að taka saman hér muni aldeilis nýtast vel inn í þá vinnu. Kæru gestir, dagskrá málstofuna framundan mjög áhugaverð og tekur betur á þessum málum sem ég hef reifað aðeins hér í máli mínu. Það vel. Ég óska ykkur góðs dags og þakka fyrir mig.